It's FIFA time. Ég ætla bara að vaða beint í þetta og keppa leik. Þetta ekkert flókið. Við erum búin að fara yfir liðið í þætti nummer 1 og við bara hendum okkur í þetta. Sjáum hvort við lendum ekki móti einhverjum skemmtilegum. Annars var ég bara... Einar Mar mættur FC Hax. Hann með gest, einn eins og sést þarna. Það flott, hann í þýska búningnum, fer síðan yfir í Real Madrid búning. Sem ánægilegt. Ég held áfram að vera í mínum hvíta og bara ready. Þeir eru sem sagt tveir á einn. Þetta helvíti, getur verið helvíti drjúgt stundum að keppa móti tveimur mönnum. Þetta ekki alveg, þetta ekki sjálfgefið. Hann með gríðarlega skemmtilegt lið eins og við sjáum. Hann með svona sambland af frönsku deildinni, hann í miðjunni, þýsku deildinni á hægri kantinu og aðalega bæmunnin. Og sem vinstramenn hann að vinna með Arsenal-lið sem feiki öflugt og búið að eiga mjög góða leiki á síðast. Þetta alltaf skemmtilegt lið og það bara spurning hvernig við ákveðum að taka þetta. Hann spilast 4-3-3 sem hleypir oft helviti nálagt marki og hann með bannvæna vangmenn og svo náttúrulega auðvitað Lacazette upp á topp og sem svo portaður af franska tröllinu og honum Fekir. En skulum bara sjá hvað í búið hérna. Hann vinnur knöttinn af mér sem allt í lagi. Nei, hann tapaði hann aftur en þetta geta ekkert. En við skulum átta okkur á því að hann að spila með mun verra lið heldur en ég á pappír. En það á ekki að koma sök því að í þessum leik eru mönnum allir vegi fær. Ég ætti kannski að prófa hérna að spila með því að á svona originals lið. Nú serðu þeir eru tveir sko og þá náður umtalsverðu pressu strax. Þetta skemmtilegt. Upp á hann hérna og svo tek ég eina brellu hérna sný mér að markinu og skýt og skora. Þetta þykir mér svolítið gaman. Þarna tók ég eftir ég tók eina brellu hann á kantinu og aftur út og síðan fastu bolti inn í þessum svona eiginlega kiksar hann af sköflunum og inn í netið fram hjá tröppunni sem þarna í liði þessara labbakúta. En eins og að segja þá eru þau tveir þannig að þeir geta búið til aðeins betri hápressu þannig að maður þarf að vinna sig aðeins betur úr pressunni oft og tíma. Þetta ekki gott, hann ná að hlaupa hérna, þetta gott og þarna sendi ég upp á Vídalinn og hann sendir hann aftur upp á Maskaran og Maskaran með hérna feiki fína sendingu upp á hann Royce sem að skýtur fram hann. Það hefur því betri, það ágætis snúningur hérna á Rolls Royce en allt kom fyrir ekki í þetta skipti. Þarna, hvað gerum við? Jú, við sendum á þennan sem skýtur í stöng og þetta víti, þetta ekkert annað víti. Þetta brotum við. En eins og það segir þá hann að vinna með franskan hóp í bland við enskan hóp í bland við þýskan og þetta svolítið skemmtilegt en nú ég að passa, nú ég komið með hægri bakgrunn vel út úr stöðu helvítis Florenzi veit ekki neitt þarna Florenzi aftur að hamra í brækunar en hann ekki betri en þetta þessi ágæti leikmaður eða þessi leikmenn þetta þetta skemmtilegt þetta var agalega góðu snúningur hérna en þessi að fara að kötta inn hann gerir það með því að þetta var lesið en hann fær knöttin alltaf aftur þetta þarna var strákurinn heppinn eða óheppinn að hann get ekki verið heppinn en
Við sjáum að þarna David Lewis, hann hefur löngu verið svolítið glæfranlegur á boltanum, nýkominn aftur til Chelsea eftir góða dvöl í Frakklandi, eða misgóða. Gárangur ekki alveg nú sáttir sumi hverjir með hann hafa farið frá þarna næja á hann knettinu, næstum því. Þeir eru náttúrulega helvítið eitraðir þarna frammi, Roysarinn og félagar. Þetta var ekki nú fallegt, en við skulum bara halda aðeins áfram. Hann ekki að þeir eru ekki að gera sérstakt mót. What an achievement that would be. I'm sure everybody inside this stadium would stand and applaud as one. Ég hefði átt að gera betur en eins og sér, þá er ég ekkert búinn að spila FIFA núna í fleiri daga. Þannig ég hefði það helst þurft að taka einn uppbytunarleik, bara svona til þess að hitta mig upp. En hann er að ná að, eða þeir eru að ná að verjast þessu svona ágætlega. Og þetta er ágætis hending hann upp á Royce sem ætlar að gera hann brellu, en það tekst ekki í þetta skipti, en stundum það er enginn kominn live en þá að fylgjast með strafan. Sendan, hann svaf á verðum hann að Mullerinn, hann er vinnusamur en hann er helviti klaufskur. Svo sést í þessu þegar hann reynir að trakka tilbaka, læsir þarna sköflungin í hælunum á Sansi, sýndist mér að vera. Þetta var, hann er lúkinn. Og síðan sendi hérna einn fallega bolta hérna yfir á Roysinn sem að skilar hann síðan fyrir þar sem að minn maður er mættur. En nei, þetta ætla ég að gera, en svona er þetta stundum. Þessi leikur er eins og áður segir ekki sérstaklega góður. Þarna er eins og við talum á Mullerinn, hann er helviti vinnusamur. Hann er bara ólsegur, ég verð nú bara að segja. Þetta er skrítið, þetta er mjög skrítið touch þarna hjá vinstri bakverðinum mér. Þetta er ennþá skrítnir að geta ekki unni bara boltan. Mjög skrítið allt saman. Þetta er fyrirsjáanlegu leikmaður hann á kantinum. Reynir að trakka inn yfirleitt ef hann gerir það ekki, þetta er lesið. Þarna var ég til dæmis ekki jafn heppinn og hann hafi verið áðan. En þarna núna nægi markinu með 2. Nei, þarna var fyrsta snertingi sem sveik minn mann. Á ekki að koma að mikilli sök, þar sem ég er ennþá í stórsókn. Það er mikil pressa frá mínum mönnum. Mullerinn ansi mistækur og svolítið styrbusalegur á köflum. Þarna ætla ég að reyna að taka svona svipaða brellu við tók áðan. Gekk ekki í þetta skipti. Þetta er skemmtilegt mark, 2-0. Það er aftur Aubameyang. Eldsnöggi framherji Skyttusvinnuna sem að klára hérna þröngt færi. Hún eftir gafa hérna vinnur á bani svo snöggur. Það er komin einn aðdáandi, komin live. Við sjáum að ég er að hakka á í mig félagana. Ef þið voru að joina þá bara langar mig til að segja velkominir og halló. Og ég er að vinna 2-0. Ég er með 55% possession sem að verður teljast ansi gott gegn þar sem að þeir eru 2 mót 1. Ég er með 11 tæklingar. Ég er að tækla eins og göldur inn á vellinum. Það eru 0 hotspinnur, 0 rangstæður, 0 rauðspild, 0 meiðsl. Sjáum að shot accuracy er búið að rjúka upp frá því síðasta leik. Það var 33% í episode 1 en núna 80. Pass accuracy er ennþá 86-85 cirka, sem að er bara mjög
viðunandi. Sjáum að það eru hérna margir að detta inn og út live úr streyminu. Þetta er lesið en allt kemur fyrir ekki. Þetta er líka lesið en allt kemur fyrir ekki. Jú, allt kom fyrir. Þá sendum við bara, hann er ekki nógu snöggur í þennan knött. En vonandi sjáum við fáum hann til að spreita sig hérna. Hann er svo óheppinn þessi svona. En Neuer tekur hann upp, hann er gríðarlega öflugur og kastar honum hérna feikilega vel. Það er svona hans helsti kostur. Hérna sjáum við hraðasta leikmann í leiknum. Senda skemmtilegan bolta og það var Nei, við höfum aldrei þetta var rángstað, það var vel rángstað vel fyrir henni. Þau taka alltaf stuttan bolta til að reyna að halda possession. Að sjá að ég er að dominera þá í possession og reyna hvað ég geta að halda honum. En þeir eiga erfitt með það, sem ég er yfirleitt með Mullerinn á harða hlaupum inn í hlaupalegum. En Mullerinn hérna vinnur vel tilbaka og þetta er skemmtileg sending en hann sér við mér hérna. Ég ætla að taka skyldisókn á hann en hérna Mullerinn aftur inn í hlaupaleiðinar. Fasta bolta upp á Auba sem að sendir hann út á Costa sem að lúðrar hann út á kant. Þar er Royce en jú, þetta er gjöf, nei, það er ævintýraleg varsla sennilega hjá David Lewis og Townie. En nú ger ég svona smá trygg, dregð og 2 í burtu og Mullerinn mætir í hjólhest. Þegar þeir eru 2 þá eiga til að ofpressa. Þetta hefur maður séð lungum köflum í ferli þegar maður er að spila 2 á 2 til dæmis að það mæta menni eru svolítið íger í pressunni og gleyma sér, sérstaklega þeir eru að tapa, sérstaklega þeir eru að rústa. En svona er þetta stundum. Þetta er skemmtilegu bolti. Tek skæri, nei hann tók ekki skæri, tek skæri, dreif mig út og senda hann á Auba sem að skallar hann fyrir þar sem að Mullerinn mætir og tæklar hann inn sem Mullerinn er gríðarlega öflugur og finnur hann með glöður á vörðni eftir að vinna boltan trekk í trekk. En hann er sem sagt lélegasti leikmann í liðinu. En gríðarlega góður að vinna það. Þetta snýst eða aðskil það að loka hlaupalega. Hérna Mullerinn að vinna aftur tilbaka. Ég veit ekki þessi drúkættir á því, ég held að það fara að reitskvita fljótlega. Mullerinn dreifir þessu eins og skítadreivari. Mullerinn tekur hann aftur. Mullerinn á langa bolta upp en hann er interceptaður. Mullerinn fær hann aftur, skýlir honum. Vel, Marcísio sér sér leik á borðið, sendir á Boateng en hann var að koma, nei, þeir eru ekki sérstakir en eru hann komni með ansi marga menn á eigin vallarhenni þá er bara eitt að gera, senda á Muller núna er besta hann er að gera einhverju snuttur hérna, veit ekki alveg hvað hann er að gera. Mætir Florenzi með fínan bolta, nei, hann var fastur. Mætir trappan út úr marki, bombar hann upp þar sem að Mullerinn mætir en það er enginn til að taka við þess að hann er komin svolítið marga. Þetta er eitthvað að gerist oft þegar maður er komin í últratakking þá fjölgar leikmönnum andstæðingsins gríðarlega mikið á eigin vallarhenni sem að skilur þetta eftir svolítið opið fyrir mann sjálfan þegar maður loksins vinnur bolta. Það gerist yfir. Eins og núna. Nei. Jú, sagði ég. Svona. Nei, það fyrir stöngin eða stráknum hana. Það er alltaf leið að dekja og vippa hann yfir hann. Þetta þótti mjög skemmtilegt. Drega sig hann út og aftur inn, vinnur. Nei, vinnur var rángstæður eftir frábært uppspil hjá Aubameyang sem að vippaði þarna yfir varnarmann. Þá tekur Florenzi í knettinum, sendir hann á Aubameyang sem er að leita þrennunni. Mullerinn er hins vegar líka blóðþyrstur,
til í eitthvað gott frá Müller. Müller finnur sér stöðu, hann að leita sér að marki með 2. Það sem Müllerinn ekki. Eins og blóðhundur. Þetta skemmtileg barátta milli tveggja klaufskra leikmanna. Müllerinn vinnur vel á þessu. Þetta þykir mér alltaf gaman. Þetta svolítið skemmtilegt. 4-0. FC Hags Ásgeir á sér einskis von hérna. Turn up your mic, bro. Heyrist ekkert í mér, en við erum alltaf að tala það að þetta að fara 4-0 og það 2 á móti einum. Müllerinn búinn að vera að vinna vel tilbaka, miðjan búinn að standa verið sínu, við sjáum að Costa og félagari framlínni búinn að vinna djöfulli vel tilbaka líka. Nú allt opnast. En þá loka hann. Respect to their opponents, but they've shown their class too. Já, bara brjóta svona, komum svo margir, það verður bara að loka á þetta. Heyrist ekki tími núna? Það er að senda stuttur, það er verið stuttur sendingum í öllum leiknum. Þannig að maður setur svona dregur einn úr, þá maður strax bara koma, þetta er bara stuttur bolti, fyrir ekki. En Florenzi mætir hérna, Müllerinn. Þetta var ekki nógu gott. Þarna mér langaði í 5. Nei, ég segja ekki það. Þetta er nángstað og FC Hags, eins og ég segja áður. Þá sé einskisvon. Sendum eitt stuttan hérna á Florenzi, sem að tekur langan á Boateng, sem tekur stuttan á Müllerinn. Og nei, sko, hann náði að verjast þessu. En það er alltaf lægt. Jú, Müllerinn, nei, Müllerinn ætlaði þarna var búinn að vera mjög þrautsegur fram að þessu, tekur hérna ævintýrlega vippu í markinu. Það sem að Reus er hann á þessu sendingu, ég ætlaði ekki að senda þessu sendingu, Reus er að senda hann, hann vildi ég endilega gera það. Þannig að Alaba er hérna að keppast við this is what we call. Well, that's a win with great significance, not just the 3 points. It means they will stay in their division for next season. There was fear of relegation. Svo 4-0. Svo ég segi henni bara aftur, bara 2 mot 1. Það er bara henni. Þeir voru 2, ég var 1. Aubameyang maðurleiksins rest is history. En Einar Már og félagar í FC Hags gerðu ekki mikið í þessum leik. Þeir voru verri í seinni hálfleik, ótrúlega satt. Þannig að við bara verðum meira bara að fara í advance og mér langar bara, hérna sjáum við á good job, you held your division. Ég sem sagt vann 4 leiki, 2 jafntefli og 2 töp í þessu en næst ætla ég sýna ykkur hvernig maður vinnur titilinn. Div 1. En þá þarf ég að vinna 8 leiki í röð, eða 8 af 10. Þannig að það gerist bara næst og ég vil bara þakka